ætlum að búa til vaskaskáp í baðherbyggi. Ég var búinn að sýna í fyrra myndbandinu hvernig skápurinn lítur út úr þrívídd og í þar sem ég fer yfir verkefni í heild sinni. Við ætlum að opna rifdið og við förum í Families og New hérna. Við ætlum að nota hérna sem heitir Metric Casework Wall Basic og íti hérna Open og þá er búið að opna fyrir okkur sem sagt búa til hérna svona okkur grunnur eða svona template hérna erum við vegg. Hérna sjáum við að það er málsveitina 0. Hvað er það? Ef við skoðum sko hérna, við erum í referensblaði flóðplankanna, ef við skoðum hérna left til dæmis, þá sjáum við það að þessi 0-málsending hún er að halda hérna referensblaði back. Þetta þýðir það að þetta er búið að negla sig við og læsa sig við bakliðin á veggnum. Það skiptir ekki máli hvað veggunum verður þykkur, skápurinn okkar mun fylgja bakliðinni. Við ætlum að byrja því að búa til referenslínu sem að skilgreina þykktin á skápnum og einfaldast er að velja hérna eina referenslínuna, hægri smella og ég Create Similar og við bara staðsetja eina hérna fremst. Og ég hef hérna ljómaða og það er alltaf að gefa henni nafn hérna og segja bara hérna að þetta sé dýpt á skáp. Svona, apply. Þetta reyndar við getum ekki stýrt þessu neitt. Við myndum geta stýrt dýptin á skápnum með því að setja málsendingu og smellum hérna á frontinn og við skulum reyna að velja hérna, framliðin á veggnum en þetta er ekki vel, þá tökum við hérna Wall Face hérna uppi og smellum svona. Hittir svo Escape eða Modify og velja síðan aftur ljómann og þá fáum við möguleikann hérna að segja að þetta sé dýptin. Við bara veljum hérna parameter dýpt. Við erum að skoða aðeins hliðina. Við förum hérna í left aftur. Þá skulum við búa til einn parameter hérna. Já, þetta er dýptin á skápnum sem við vorum aðan og við ætlum að búa til annar sem að skilgreina hæðina frá gólfi og annar sem skilgreina heildarhæðina á skápnum og ég einfaldlega hægri smell hérna á referenslínu og ég ætla að teikna tvær línur strax hérna, eina hérna og eina hérna fyrir ofan. Svona. Þessi neðri mun skilgreina þá, eins og segja, það er alltaf að gefa henni nafn hérna. Hæð frá gólfi svona, og þessi hérna mun heita hæð á skáp apply og við verðum að setja málsendingarna til þess að geta stýrt þessu síðan. Ég smelli strax einni hérna á og það er spurning hvort við viljum segja að skápur er svo hár frá gólfi eða hvort það sé svo hár í heildina. Ég held að það sé betra að velja hérna heildina. Við hafa þetta svona og svo gefum við þessu nafn. Þá segjum þessi hérna label, add parameter og hann heitir hæð á sökkli eða hæð frá gólfi. Segjum bara þessi hæð á sökkli. Ok. Og þessi hérna mun heita parameter hæð á skáp. Þá erum við konir með ákveðna beitlínu til þess að vinna með.
Tökum þetta bara svona til hliðar á meðan hérna, þetta þarf ekki að vera svona nálægt. Svona. Og ég ætla að byrja á því að teikna hliðarnar á skápnum. Þá fer ég hérna í Reference Level Floor Plans og okkur vantar sé ég hérna tvær reference línur sem að sýnir breiddina á skápnum. Ég gera sama, hægri smelli hérna, geri Similars og býti eina niður hérna einhvers staðar og eina hérna á móti. Og þetta set ég málsetningu eina sem að grípur hérna í miðlínuna og aðra sem grípur hérna yfir þessar báðar. Ég smelli á ljóma þessar hérna, þá kemur hérna equal merki, ég smelli á það og þá mun það passa það að sko það er alveg sama hvað skápurinn eru breiður hjá okkur. Svo, breyta hérna. Að það er jafnað sig út í miðjunni og ef við taka þessa hérna málsetningu, setjum parametra á hana eða nota bara width stillinguna hér hana. Og þá getum við alltaf farið hérna inn í Family Types. Þetta mun birtast eða nýta okkur þegar við erum búin að inserta family í skápnum inn í módulið okkar. Og ef ég breyti hérna widthin í 900 Apply og þá breytist hérna heildarbreitin alltaf jafnt. Við vítum á hæð og sökkli Apply, við sjáum reyndar ekki núna að það breytist í hliðarmyndinni. Það sem við ætlum að stilla er að við ætlum að hafa þetta sem sagt type 1 hérna, ok, við breytum því eftir líka. Að dýptin er 470 mm. Við ætlum að hafa hæð og sökkli 170. Við höfum breiddina á sér 800 og hæð á skápnum sjálfum er 580. Og ef við kíkjum á left, þá ætti þessar tölur sem vorum að slá inn að vera komnar hérna. Í referenceplaninu þá skulum við fara hérna í Create Extrusion og út af því að við vorum búin að búa til reference línur sem geta skilgreint hæðina, þá þarf ekki að hafa ágjörð þessu hérna strax. Ég ætla bara að teikna upp núna og við grípa bara hérna í framöndan og alveg að veggnum. Smellum á lásana hérna, þessar þrjár sem komu upp og við þurfum að gera hérna síðan, við þurfum að passa það að það sé málsetning hérna og við skulum hafa skáp eða sett hliðina á 18 mm þykka. Smelli þetta hérna, smelli hér á línuna og þá getur breytt þessu hérna í 18 og smelli svo á lásinn. Við vorum búin að læsa þessari hérna línu við breyta reference línuna og síðan tekið þessa hérna og ég setti málsetningu á hana, læs henni og það þýðir það að hún á að geta hreyfast, hún á að halda þeirri þyttinni. Síðan er hérna material og ég ætla ekki að búa til núna efni, heldur alltaf að gefa möguleikana því að þegar maður innsetta módelið inn í, eða skápinn inn í módelið, Revit módelið, að þá getur við breytt efninu þar. Og þá myndi ég íta hérna á svona litla kassan sem er hérna og gera hérna allt parameter og hérna kemur þá material finish og þetta er þá efni í skáp, kalla það bara það. Og við getum kallað þetta hérna hliðar eða eitthvað svolítið sem við bara kalla þetta efni í skáp, þetta er bara aðalefnið. Ok. Og þá getum við breytt þessu efninu þegar við setjum þetta inn í módelið.
Kíkjum á Finish Setup Mode hérna, og kíkjum á Placement Site. Elevation Placement Site hérna. Svona, og ef ég sé þetta ekki þá getur hægri smellt og valið hérna Zoom to Fit og setja þetta. Því sjáum það að skápliðin okkar er á svolítið skrýtnum stað. Þetta sögðum við að hún myndi eldrússtað fyrir 0, það er bara þessi hérna reference plane og hún hættir 250 mm fyrir ofan 0. Við ætlum að festa þetta við þessa hæð á skáp og hæð frá gólfi reference línur. Og þá einfaldlega grípi hérna í með skáplinni. Þá þegar hún liggur samhliða þessari reference plane hæð á skáp, þá smelli ég á lossinn og eins geri hérna með neðri bíluna. Hún liggur samsíða hæð frá gólfi og íti þá lossinn. Svona. Til að einfalda ykkur lífið þá getum við notað þessa skipun hérna sem heitir Mirrors. Við erum með hliðina ljómaða, íta á Mirror og það segir sem Pick Axis. Og fyrir flessunum sjáðu hérna niðri. Þá getur smellt á hérna miðlínuna og hún zooma svona eins og hún speglast hérna Þess að sjá hvernig þetta lítur út, þá getum við alltaf ítt hérna á 3D viewið ekki. Ég sé ekki neitt. Hægri smelli og vel hérna Zoom to Fit. Það kemur ykkur hérna risa þegar ég var með þetta ljóma á það og við getum einfaldlega skrolla hérna. Sjá að hérna er komin, við vítum hérna á Realities, þá var þetta bara grátt. Út af því að við getum breytt efninu og gerum það þegar við sendum þetta inn í módelið. Hérna erum við konið með hliðarnar á skápnum. Við höldum áfram, ég ætla að búa nú til botnplötuna. Og ég fer aftur hérna inn í Float Branch Reference Level. Fer í Create, Extrusion. Fer svo hérna í Workplane og passa með að Set Workplane. Skulum hafa þetta í þessum hérna reference plane, hæð frá gólfi. Ok. Og þá getum við sagt hérna Extrusion Touch er 0 og Extrusion End sem er í 1800. Við skulum líka velja hérna, kalla query, efni í skáp. Bara veljum hann, ok, og þá fylgir botnplatan efninu í öllu skápnum. Við gætum líka að búið til annað sem væri sér, við myndum bara búið til parameter hérna og segja hérna efni í botnplötu. Ok. Síðan ætlum við að teikna þetta. Við vorum búin að fara í Create og Edit og hérna erum við Create Extrusion og einfaldast er að velja bara hérna Rectangle. Svona. Og ég teikna hann upp svona, ég fer ekki alveg af endapunktum, ég hef smá bil hérna á milli. Svona. Ég ætla að búa til pláss hérna fyrir hurðarnar. Ég ætla að setja hurðarnar hérna inni. Þannig að þegar það er opnast, að þá mun, eða hurðin er komin á, þá sést hliðartekið hérna. Það er ein útfærsla. Ég læsi þessum hérna þreim. Sendingu á þessar skerslínu og að reference með dýftaskáp. Þannig. Og ég stilli hana bara hérna og hef hana í 80 mm. Það verður sennilega þykkt á plötunni sem hún. Og smetla á hann aftur, gemur lásinu og læsi þessu. Það er ekki leipilásu, við smetli hérna, Modify Create og Finish Setup Mode. Kíkjum að þessu 3D-ið og þá er að koma með botnskápinn hérna. Botnplötuna fyrir ekki. Ég ætla aðeins að edita hana samt. Í vaskaskápum þá þurfum við að gera ráð fyrir að lagnir komi hérna neðan á og upp inn í skápinn. Þannig að ég ætla að velja hérna Extrusion. Ég ætla að velja þá Edit Extrusion
Þá kemur þetta svona og ég hef ekkert mikið kontroll á sig hérna, þannig ég fer inn í floor plans og reference level. Ég ætla að grípa hérna í botninn, ég ætla að aflæsa og múva hana svo aðeins svona til, bara með að grípa í hana. Og ég ætla að setja málsetningu hérna á, hérna fyrir aftan. Og við þurfum að hafa pláss hérna fyrir sem er cirka 200 mm. Nei, það er ekki svo mikið, það sjá. Við þurfum ekki nema 100 mm hérna. Svona. Og smelli svo á málsenninguna og læsi því. Og finish edit mode. Ekki 3D. Svona, og þá erum við pláss fyrir lagnir hérna upp inn í skápinn okkar. Ég er að svo að búa til 2 styrkingar. Það er önnur styrking sem kemur hérna á framaverðu og ein sem kemur hérna inn í skápinn aftan. Og ég geri það, ég fer í reference plane og ég fer í create, extrusion og ég passa mig á því að work plane hérna það sé hæð frá gólfi, það er bara alltaf að halda sig við það. Og ég ætla að teikna inn fyrst plötu sem er hérna framaveru. Miða hérna við botplötuna sem við gerum áðan. Hérna er pláss fyrir hurðina. Og ég ætla að búa til eitt stykki sem er hérna. Svo ég ætla að losa hana. Ég fylgi hliðalínunum, ég fylgi botplötunni. Svona, og ég er með extrusion 18 mm og extrusion start 0. Við kunum aðeins kíkja á ít hérna finish edit mode og kíkjum hérna á placement site framan. Og þá sjáum þetta liggur hérna neðst niðri. Ég ætla mér að færa hæðina hérna upp í hæð á plötu, hæð á skáp hérna, læsi og ég ætla mér að færa þetta diska hérna upp í, þannig hérna erum við 580 og það er extrusion end, það er hægri línan og 514 mm hérna upp í. Ég til að festa þetta þá segi ég að extrusion endin er 580 og ég ætla að hafa þetta 50 mm þykkt, þá segi ég hérna extrusion chassis í 530. Apply, og þá erum við búin að stilla þetta af, kíkjum hérna í 30 og erum komið styrkingu hérna framaveru. Hérna. Það er þá pláss fyrir síðan hurðarnar okkar sem komið inn. Ég ætla að búa til samskonar styrkingu hérna aftanverðu. Ég fer í reference plane. Ég fer í create, extrusion, material og ég negla hana hérna uppið og hún á að vera 18. Smelli hérna á 18 mm læsi henni svona. Þú sé hérna extrusion start er 1800. Ég ætla að setja þessa aðeins, hún verður aðeins neðar heldur en hitt. Við kunum setja hana í 400 og hvernig slökna á þessu, ítti á þetta píluna hérna. Og extrusions end, ég held það skal bara hafa hana 50 mm líka, sem bara 450 hérna, apply. Finish, kíkjum að þessi 3D-ið, þá er þetta svona. Síðan koma með þessum skápum, þá koma vinklar sem að festa hérna hliðina í. Við erum ekki að setja þá inn núna. Hérna erum við komnir með grunnskápinn sjálfan og getum fara að vinna með hann. Við getum útbúið sikura típur af hurðum á þetta. Ég ætla að sýna ykkur í öðrum myndbandi hvernig við útbúum hurðirnar. Svo ætla ég að sýna ykkur hvernig við búum til borplötu. Og svo líka heinu möguleikin hvernig við reynum bara að setja vask ofan á. Þannig hérna, beint ofan.
eins og þetta gera reyndar á fyrir. Bara takk fyrir þetta bíli.